Já, góða kvöldið, verið velkomin hérna í beina útsendingu hjá Fjölnir TV á þessum leik Fjölnis og Víkings í fyrstu deild karla. Ég heiti Jón Björnar Björnsson og með mér hérna í fyrri hálfleik hann Smári Baldursson. Við viljum fá okkur leinigest í hálfleik. Núna þulurinn að fara yfir lið beggja liða. Ég nenni ekki að lesa yfir. Þið sjáu þetta bara, þið sem að horfa á reiknaði með þið þekki leikmennina. Við allavega þekkjum okkar Fjölnismenn heldur betur. Þá koma að liði heimamanna. Númer 1, Jón Hafsson. Númer 15, Ingvar Kristinn Guðmundsson. Númer 3, Kristján Örn Kristjánsson. Númer 4, Arnar Máni Rúnarsson. Númer 5, Sveinn Jóhannsson. Númer 6, Bergur Snorrason. Númer 8, Breki Dagsson. Númer 9, Brynjar Óli Kristjánsson. Númer 10, Sveinn Þorgeirsson. Númer 13, Brynjar Loftsson. Númer 14, Bjarki Lárusson. Númer 22, Björgvin Páll Rúnarsson. Númer 23, Góð Taki Útsson. Númer 24, Arnar Snær Magnússon. Þjálfari Fjölnis Arnar Gunnarsson, aðstoðari Sigfús Páll Sigfússon, Magnús Ingi Stefánsson og Þorsteinn Máni Þorsteinsson. Dómari þessa leiks Arnór Jón Sigurðsson og Hilmar Guðmundsson. Já, þá vallaþulurinn búinn að lesa yfir liðin. Þjálfari Víkings Gunnar Gunnarsson sem þjálfaði Fjölni hérna í 3 ár held ég, meistaraflokki. Með svona ágætis árangri, ég held að mögulega var það meiri efnaviðurinn heldur en þjálfaragrundan sem að uskar lítinn árangur. Þetta getið sagt verandi leikmann þess tíma, gátum ekki mikið. En núna önnur saga. Fjölnir orðið helviti gott lið, eru taplaus í deildinni og þeirra býður núna verðugt verkefni. Það Víkingur. Víkingar féllu í fyrra, hafa gengið svona fram og tilbaka í fyrstdeildinni. En þeir vilja klálega, þeir sjá klálega færi á góðum stigum hérna. Enda hafa það nú unnið Fjölni áður. Við erum ekki búin að gleyma því hvernig þeir tóku okkur 3-2 í úrslitakeppni fyrir 2 tímabilum síðan. Það var mjög svekkjandi tímar. En við spáum ekki mikið í því. Ég ætla að reyna að fara yfir hérna byrjunarlið hjá Víkingum. Og í hægra horninu hann Hlynur Óttarsson. Hægri skyttu Jónatan Magnússon. Á miðju sýnist mér að vera hann Logi. Og sjálfsögðu á línunni hann Ægir. Svo það Víglundur og Jónas á vinstri vængnum. Nú það má segja 2 Fjölnismenn að spila inn á hjá Víking. Það Jónas Bragi spilaði með Fjölni fyrir held ég, hvað það var, 4 ára síðan, 3 ára síðan kannski. Og Jónatan spilaði með undarliði Fjölnis í fyrra. En hann komin alveg í bolta. Þarna Víglundur í árásina. Sveinn stoppar hann á, það allt lokað hérna. Fjölnir bara í sinni hefðbundnu 5m vörn. Gott að fá hann Sveinn Þorgeirsson. Hann búinn að vera svolítið tæpur. Þess vegna Jónatan sterkur, það erfitt að stoppa hann. Og þarna kemur hann Logi Ágústsson með sitt fyrsta mark og fyrsta mark leiksins. Gríðarlegur kraftur í honum kom frá Þrótti. Glæsileg finta hjá Bjögga. Og hann skorar og þetta guldspjald, takk fyrir góðan daginn. Nei, ekki guldspjald, ég hef nú viljað sjá það samt. Nú en dómarar leiksins Arnar Jón Sigurðsson og Hilmir Guðlaugs. Flott dómarar. Þótt ég minni örugglega blóta nokkuð sinnum, þá það ekkert persónulegt. Það bara mín vanþekking á dómgæslu. Já, staðan 1-1 eftir 1,5 mínútu. Góð línsending hjá Jónatan á Ægi og Ægir klárar þetta vel. Og góð árás þarna hjá honum Breka og Bjöggi fyrir gegn. Nei, skemmtileg færsla og Brynjar hann með skot fyrir utan teig eftir klippingu frá Bjögga.
Fjölnir er búin að vera það stutt í sókn, ég er ekki búin að fara í byrjunarlið. En það er nokkuð hefðbundið bara, það eru Breki skiptið Bjöggi á miðinni, Donni í hægri skiptu. Svo erum við búin að fá hann á meiðslum, hann Arnórsdær fyrirgefðu og Brynjar í horninu. Já, fín vörn. Það var Víglundur. Þetta er flott hjá hann Loga, hann snýr sér skemmtilega. Einhvern veginn náði hann að komast í skotfæri. Það var hann ekki gott en inn på boltinn. Þá Donni inn á miðuna á línu á Berg. Bergur, hann skorar. Sjáum að Bergur Snorrason kemur inn í byrjunarlið Fjölnis í staðinn fyrir Svein Jóhansson. Bergur misti að byrjun tímabilsins vegna meiðsla. Gott að fá hann aftur inn. Það var vingar. Víglundur nær að gefa Ægi hérna og Ægir fær vítið. Hilmar dómari vildi meina hérna Arnars nær stæðinni teig. Það var bara rétt hjá honum. Það fikk að fara að æsa mig strax, þannig að við bara segjum það rétt. Það var Víglundur á punktinum. Og hann skorar. Fjölnismenn keyra hraða miðju. Það var að Breki í klippingu fyrir Bjögga. Bjöggi missir á boltanum. Og þá róa Fjölnismenn leikinn. Það var að fyrsta uppstilla sókn Fjölnis. Á sér stað eftir 4 mínútur í leiknum. Víkingar spila hérna 3-2 vörn, sýnist mér. Jæja, Jónas Bragi, hann er ógnarsterkur. Spila hotn í sókn og er fyrir framan í vörninni. Spila hann þetta skittu með Fjölni. Það var Donni, Marmann fyrir utanvert. Kemst í gegn hana en það er vel varið. Þarna var Guðmundur Birgir Ægisson kominn í sóknina. Það er skemmtilegt. Þetta var góð markvarsla hjá honum Einar Baldvini. Hann er ógeðslega góður í marki, sem þessu er. Það er klálega einn af tveimur eftirlustu markmönnum á Íslandi. Ef við veit ekki hver hinn er að mínum mati þá nenni ekki að segja ykkur það, en og meðan ég tala þarna þá skorar hann Víglundur. Sett hann upp í vinkilinn. Þá fara þær í Kærá árás og Breki kemst í skotfæri en Einar Baldvin stendur bara og tekur þetta. En þetta var Jónas búinn að brjóta á Breka. Fín færsla hjá Björgunni og hann er að skora glæsilegt. Beint niður í fjárnið og Einar Baldvin er ekki sáttur. Já, fannst hann að það var gert betur þarna. Jónatan í árásuna. Kennst ekki mikið lengra. Þetta er bara rauning. Jæja, ég er ekki sammála þessu. Hann vildi meina hérna að Donni hefði verið inn í teig. Og það er mark. Víglundur öruggur á punktinum með sitt annað mark. Þá fer Fjölnir sókna, Breki gegnum bótið og hann kemst í gegn. Breki Dagsson.
Já, mætti nú alveg dæma rauning á það, hann snýsir svo beint í Svein, hann Logi. Og Jónatan reynir þessa ríkuna, en Björki kemst henni sendinguna og Arnar boltan. Þeir eru 3 á móti 2. Og góð vörn þarna hjá Loga, hann náði að fanga Arnar. Arnar vildi nú fá spjald frá nafna sínum. Sem hefði alveg mátt gefa spjald á þetta. En já, pælum ekki því. Það verður bara fastur leikur. Glæsileg sending hjá Donna á Breka og Breki klárar, nei Bergur klárar þetta. Númer 6, Bergur Snorrason. Heyri vallaði sjálfur mér, stemmingin er svo mikil hérna. Og góð færsla í vörnina fyrir mig. Og þá fáum við spjald. Ágætis tilraun hjá hann Loga. Þá fer Jónatan upp og hann samræður þetta í ferðinni. Hann er feikilega góður skotmaður sem tók sér hvíld frá handboltanum á síðustu 2 tímabil. Spilaði þær undanunni. Og Donni Árásson, hann kemst í gegn, glæsilega gert. Það er guldspjald af Víglund. Hann getur nú ekki mótmælt þessu. Á punktinn fer hann Björgvin. Og það var þið. Einar Baldvin, hann er stór, tekur mikið pláss. Gerði þetta vel. Jónatan Árásson reynir að gefa yfir. Heppnar svona hálfpartinn. Jónatan komst þarna í gegn, varði boltanum beint til lagi sem skýr svo í stöngina. Og það vantar mann í hörðina. Já. Það þarf að vera samræmi í þessu, í sammála Arnari þjálfara. En jæja, Fjölnismenn stillu upp. Þá kemur hann Bergur út, fær ekki boltan. Donni, snöggt skot sem að einhvern veginn endar inni. Borða vörninni í gólfið og beint yfir Einar Baldvin sem var lagstur. Við þykjum þetta. Skiptir ekki máli hvernig merkinu skoruð, bara svo lengi sem við farin. Staðan eftir 11 mínútur 7-7. Víglundur með þversendingu niður í hornið. Skemmtileg sending hjá Loga. Heppnast ekki. Það Breki Árásson að fer hann inn. Hann fer allalega í gegn. Já, hann skorar. Og það eru höfuðmeistari. Hvort að Einar Baldvin hafi farið í hann. Já, mér sýnist það nú.
Þetta var glæsi, þetta viljum við sjá meira. Annað markið á honum í kvöld. Hann fær að hvíla sig. Sem að Sveinn að spila vörðina fyrir hann. Og það nú ekki að því að Breki er slakur varnarmaður, heldur bara Sveinn það afburða varnarmaður, við þurfum að fá hann inn. Nú svo geta Fjölnismenn líka ástætt því að vera ósigraðir í deildinni. Stáðu sig að því að vera með eitt skemmtilegasta leikmann deildarinnar. Og hann heitir Ko Takeuchi. Japanur með svolítið japanskur leikmaður sem er mjög skemmtilega hreyfingar. Þið fá að sjá hann eftir. Það er Jónatan snögt skot og það varið. Þarna myndi Inga fá tvígrip en það fengi neitt. Og Björgvin nær að skora 9-7. Fjölnismenn að komast í gang. Og Víglundur einhvern veginn er hann að komast gegn það. Það er snögg miðja, Brynjar skotið, hann skorar! Þarna var Gunnar Gunnarsson að fá gullspjald fyrir að mótmæla því að dómarinn skyldi ekki að stoppa leikinn, þar sem að Víglundur lá inn í tegnum. En samkvæmt reglunum ber dómarar ekki skylda að stoppa leikinn nema höfuðmeistarar sé að ræða. Og Víglundur eru að halda hendina sína. Þetta er bara spurning höfuðmeiðsli versus puttameiðsli í ákvörðunum tökja dómarunum. Ég er 100% sammála þessu. Jónatan í árásina, gefur hann miðuna, aftur yfir á Logi, þess að ekki hotnið á Jónas Bragi skorar. Býður og setur hann sér nær hornið. Það er ekki neitt á þetta. Og það eru 2 mínútur. Tvær mínútur á Kristján Kristjánsson fyrir að hafa farið í hann Víglund í hraðlöfi. Já, mögulega snert hana, en mér fannst kannski Víglund að gera þetta mikið úr þessu. Og á punktinn fer hann Logi. Ekki Víglundur, þegar Víglundur fiskar þetta. Og hann skorar 10-10 og Fjölnismenn einu færri. Þá taka Fjölnismenn Ingvar út á. Og þá kemur inn leikmann sem sagði eitthvað frá aðan. Það er Ko Takeuchi. Kemur í skyttuna. Ég öfunda ekki Guðmund Bergi að standa á mótunum. Það var það með hotnaðjóka. Sjáum að Ko er líka tilbúin að bakka út af. Fjölnismenn er ekki með neitt markmann. Það var að Breki inn á miðuna, upp yfir á Bjögga, Bjöggi aftur inn á miðuna og það fær. Já, þarna var dæmdómarinn að einhverja stýrsi leið. Þetta var hann Brynjar sem er stórhættulegt að vanda markmann. En Víkingarnir voru ekki alveg nógu fljótur átt sig. Víglundur hotnaði Jónas, Jónas byrjar að stimpla aftur á Víglund. Jónas inn á þröngu færi og það varið. Þetta er akkurat færi sem vilja fá Víkill að fara í þegar þeir einum fleiri. Ég tók ekki eftir en sýndist Fjölnir spila 4-1 vörn sem er alls ekki algeng þegar einu færi. Það gaf hann nýjum.
Það er Kó með... Já, Kó reyndi að gerna bót. En Guðmundur náði honum. Dómarinn minn hefði verið búinn að klára skrefin, annars þetta er víti. Það er Breki, með miðuna á Kó. Já, Jónas grípur hann. Já, jafnt í liðum. Þá er vantarlega, nei, ekki gult spjald. Dómar róum bara leikinn. Breki er vel var í á einabaldunni. Og Logi Árásson og hann skorar. Það er 11-10. Þannig opnaðist allt í vörðunni á Hulli. Og það er Arnar Gunnarsson séð nú og tekur leikli. Já, staðan hérna 11-10 eftir það bil 16 mínútna leik. Já, það 11 mörk á sig á 16 mínútum er allt og mikið. Líka minna því ykkur á sem er að horfa að beinta þennan leik eða klukkan 8 þá hefst leikur Fjölnis og K.A. Þór í fyrstur kvenna. Það er hörkuleikur, K.A. Þór vann fyrir leikinn fyrir norðan. Þannig að Fjölnisstúlkur sem eru á góðu raunni vilja klárlega hefna fyrir það. Það var smá breyting af Fjölni, inn á að koma inn leikmann nr. 5, Sveinn Jóhansson. Hann er einn efnilegasti línumaður á Íslendinga. Fæddur 99, held ég. Já. Það er það staðfestina. Annars er liðið óbreytt að Kó býður aðeins. Það er Björgvin inn, utanvert. Mist hann að boltan og síðan brotið á honum. Já, 21 mark á 16,5 mínútu. Þetta er alltaf mikið. Það er Björgvin yfir á Donna. Donni kemst hann að miðuna upp í skotið og ítt hann í loftinu. Hann hlýtur á 2 mínútur. Já, alveg hárrétt hjá honum. Hilmari, mjög búinn að fá guldspjald. Og nú kallaði eftir að við fáum hérna góða sleggju frá Donna. Hann er búinn að hafa hægt sig í kvöld. Þá kemur hann í gegn. Hvað er hann dæma á? Ég sá ekki alveg hvað hann dæmdi á hana. Þetta fannst mér stór fyrirlegt, mér fannst það að vera algjörlega löglegt. Já, Víking að taka sjálfsögðu markmann sinn líka út af. Þá Logi reynir að fara í gegn, gefur hornið á Jónas. Jónas byrjar stimplunum upp nýtt. Jónatan í árásina, þeir eru tveir sem stoppa hann. Sjáum inn á að koma inn leikmaður nr. 34 hjá Víking, Magnús Karl Magnússon. Staðan fyrir Víglunds, meðan Víglund eru með 2 mínútur. Hann reynir misna lífsendingu. Það var allt opið. Hann gefur hornið að Brynjar, Brynjar í gegn og hann skorar. Glæsilegt, 11-11. Þetta er 3 markið
Víkingar aðeins að gleyma sér. Brynjar Loftsson. Fara Víkingar í kæra fæslu. Jónatan upp í skotið og það er eiginlega Ían Ingvar í stöngina og í haus frá Ingvar inn. Það var, vægast sagt, smá heppni stimpilið þessu. Og hann brosir sjálfur að stoppa dómarinn tímann. Þetta fekk hann Ingvar boltan beint í hausinn og væntanlega smá sveittur. Það var að Breki. Donni Marman fer upp hátt upp hann, reynir að gefa línu á Svein, en Sveinn er með erramann móti sér, en Donni skorar bara sjálfur. Með sitt annar mark fyrir kvöld, númer 3, Kristjánur Kristjánsson. Jónatan kemur hann að miðuna að Víglundur í árásina, en Breki stoppar hann. Jájá, góð vörn bara. Þá reyna Víkingar þetta aftur. Jónatan árásina á Logi reynir skotið. Það er ekkert bótið á honum, segjum bara að það hafi verið fínt blokk. Halda pressu Öskar Arnar þjálfari og frábær forvinnsla hérna hjá honum Ægi. Það er Jónas Marman undir Breka, en Breki fær hjálp í vörðinni frá Arnari staðar. Glæsileg hjálp í vörð, stoppaði þetta spil, stoppaði þessa árás. Koma Víkingar í sömu fæslu. Núna fær Víglundur að núð sín. Fín fæsla í fjölni. Slæðug sending hérna og þeir reyna sending á línuna. Fer í fótinn á Breka, en það var ekki viljaverk að setja fótinn fyrir. Þannig að það var ekkert, það var 2 mínútur á þetta. En það var að þurrka boltan. Þá leysi Jónas inn. Víglundur lengi í loftinu, náðu að gefa hann á. Nei, náðu að gefa boltanum áfram á Loga sem endur línusetningu. Og sem fór við svo í fótinn á Breka. Þess að halda Víkingar boltanum. Jón leysir inn, hann reynir þetta aftur. Það er Víglundur í skotið. Reyndar þetta í fjær og setur hann niður. Þá fyrir fjölinn á stað. Þá er Kók komin inn á. Það er Kók að stilla upp. Það var Kók árásina. Fyrir beint á hávörðina á Ægi. Það var metnaður í þessu árás. Kannski ekki alveg að gáðast það. Ægi er ekki maður sem vilja skjóta yfir. Einfallega bara út af erfiðleikastiginu. En það var hendur komin upp. Nú það Kók fyrir árás. Gat hangi helviti lengi, en skotið í jörðina og yfir.
En, já, fylgst með Stefán og Sveiti komið fram. Og hann skorar fram hjá samherja sínum í landsliðinu. Jóhannsson. Staðan 13-12 fyrir Fjölni. Eitthvað sem segir mér þessi leikum muni vera svona alls enda. Sem er alltaf gaman, það er leikir spennandi. Bara svo lengi sem enda rétt. Og það var Logi, reynir í gegn. Þröngu færi og fær þá fríkastið. Já. Það reynir hérna, ég var náttúrulega snúningsvindu. Þetta er gaman að sjá. Já, skittu sem Ján Há og hann gera það. Ég sé það ekki oft. Logi reynir ekki á línuna. Fótunum sveinu aftur út. Á hendur komin upp. Það er beint á Yngvar verður þetta. Og það er 2 mínútur. Nei. 2 mínútur á Breka fyrir á hvað? Farið í hausinn á Víglund? Ég veit ekki alveg með þetta. Já, þið getið spólið tilbaka og horta á það. Ég get það ekki, hann ætla bara að þegja. Það fara Fjölnir í 4-1 vörn. Slík vörn krefst gífurlegs hraða. Ég færa sig. Og boltinn hóttan á Jónas í gegn. Og hann skorar. Með þess annar mark fyrir dag, nummer 24, Jónas Bragi Hafsteinsson. Þá stillir Kóu upp. Brynjar í gegn og það var fjandinn hafa það, jæja. Og Einar batinn klíti boltan fram og hann skorar. Einar fljótur átta sig og Inga fá þetta öll mark. Staðan 14-13 fyrir Ingum. Og góð færsla hjá Víking. Brynjar komin það langt inn á miðuna. Fær smá pús frá í loftinu. En mikilvægt að fá fríkastið og þessum sekundum sem eftir eru hang til að ná í eftirliðum. Við erum ekki til að missa boltan og þeir skora aftur mark í völlinn. Gaman að heyra að DJ-in í húsinu er mjög hrifinn af einu lagi, hann spilar bara alltaf sama lagið. Það er gott lag, hann hafði má. Og þá er það Hortnauki, Kó, alltaf fyrir ár, nei, hann bara gefur hann á Breka, Bögga fyrir ekki. Nei, þetta var dýrt. Þarna reyndi Björgvin, sending á Svein sem var að koma út í Kaíró, en Svein hætti við að koma þegar maður var í honum. Björgvin gaf hann samt, sá það ekki. Og Ægir náði þarna að gríta boltanum yfir. Það voru Kengu Ingar 2 auðveld mörk. Staðan 15-13 fyrir Víking. Og þessi lið mættist í Reykjavík mótinu skipt mér, þar sem að Fjölnir eru vann með eitthvað 6 mörkum. En liðin eru gífurlega jöfn. Og Kó í gegn. Og hann skorar. Og þetta eru 2 mínútur. Nei, þetta er guldspjald. Jæja, guður. Jæja. Númer 23. Sáu þið hraðan á kallinu maður. Hann er rosalur. Jæja. Einsmark munur.
Víkingar labba í sókn. Ekki mikið hraði á þessu. Það er Logi yfir á Jónatan aftur inn á miðuna. Reynir sendingun yfir en Logi nær honum og komst í gegn en Ingvar var þetta vel. Þá keyra félagsmenn á. Sjá Svein þarna. Jæja. Sveinn Þorgils ekki nógu snöggur átt á sig. Sveinn Jóhanns var alveg einn. En það er að Breki sem gefur hornið á Brynjar og Brynjar hann skorar glæsilegt. 15-15. Mjög vel gert hjá Breki að spotta opnununa. Breki bjóð til algjörlega frá grunni. Það var Víglundur inn á miðuna, Logi yfir á Jónatan aftur inn á miðuna. Donni mætir þarna út, góð færsla hjá Fjölni. Þá þarf að þurrka bolta. Þetta sé held í fjórða skipti sem búið að skipta bolta í leiknum. Fjölnir er það búin að skipta vörn, konur 6-0. Breki keyrir Loga hann í gólfið. Logi reynir snöggt skot yfir Svein og hann skorar. Og Donni upp. Losa boltan en það gekk ekki alveg upp. Þarna var Birgir í árás, náði að gefa hann á Jónas, Jónas skaut á marki en hann var brotið á honum. Það er 1 mínúta eftir, Víkingar í sókn. Megum ekki fá okkur mark. Mikið skorað þessu leik. Hér 31 mörk fyrir áleik. Það búið til flugböð til Jónatan sækir utanvert. Beint að Logi, þetta er ruðningu bara, 100%, já. Logi er ekki fljótur að losa boltan, en Breki róa leikinn niður, ná einni sókn. Jónas er duglegur að fylgja hérna Rýmann sem kemur út í hverfa, en já, hann er nei, hérna var Brynjar komin í þröngt færi. Hann var að fara í gegn og lítið eftir, en einarvaldin tók þetta. Nú, staðan í hálfleik, 15-16 Víking í vil. Búin að fá okkur allt og mikið af mörkum. Þetta er eitthvað sem Arnar ætlar að laga núna í hálfleik og þá tökum við okkur næsta pása með hann.
Já, við erum komin aftur í loftið. Seinni hálfleikur hefjast. Staðan 16-15 fyrir Víking. Nú, Víkingar eru búin með 7 leiki í deildinni. Vinna 4 og tapa 3. Fjölnir er búin með 6 og búin að vinna 6. Takk fyrir daginn. Og vonandi heldur það áfram, en hins vegar verður það ekki auðvelt fyrir Fjölni, því Víkingar eru bara heldur sterkir. Við verðum bara að gefa þeim það. En það er ekki við öðru að búast, við vorum í Ólafsdeildinni í fyrra. En það var að Fjölnir sókn. Björgvin á miðuna. En það er góð færsla Jónasi, hann er að loka þetta svæði. Og Guðmundur nær að stoppa Donna bara í skrifinu. Þetta er orðið svolítið kaotískur sóknarleikur. Ævintýralega línustundin hjá honum. Donna á Breka sem múið leysa þetta inn. Og hann jafnar. Þetta er bara frábært. Já, og Fjölnismenn ætla að reyna fyrir sér í 6-0. Það er svona breytingar á liði gestana. Þessi maður hérna, nr. 7. Hann Hlynur Óttarsson er kominn innan fyrir Jónatan. Af hverju veit ég ekki, Jónatan var að gera fín hluti. Kannski út af varnarskiptingu, ég veit það ekki. Og fast skot en beint á Ingvar. Jájá, og Fjölnis með bóttanum. Og það er Björgvin. Þeir inn í þröngu færi, en vel gert hjá honum. Þetta var svona aldrei þröng gegnabót, en hann virkar. 17-16. Víkingar þeir eru að spila svakalega til þess að koma í veg fyrir að þetta akkurat gerist. Fjölnismenn eru rosalega góðir í að keyra á lið. Þetta er svona seinni bylgju hraðaflöp. Það var að Magnús. Hér á Hlynur yfir á Loga. Og Logi yfir á Hlynur. Góð færsla hjá Fjölni. Og hjá Breka sem brýtur á honum. Þetta er ung sóknarlína hjá Víking. Þetta mistu 2 sterka leikmenni fyrra. Karolis og Jóhann. Og Logi á rásuna. Þetta er bara rauningur, glæsilega gert hjá Arnar að stíga fyrir hlaupaleðina. Las það mjög vel. Það er Björgvin. Árásuna, Breki. Og Donni róar það boltan. Nei, hann er ekki róað það. Jú, Breki segir jú. Slögum að sá. 17-16. Það er alveg klárt mála að Fjölnismenn er ekki að fara að keyra yfir þetta lið eins og það har gert mörg önnur lið í deildinni. Þetta er sigur sem vinnast á síðustu 10 mínútunum, það er alveg klárt mál. Og Breki fær að vera frí í loftinu og skýtur fyrir þann punkta. Beint niður í fjær og þar ver hann ekki hann eina baldinn. Þótt hann sé nú ósóttu sjálf sig. Nú verð ég að viðurkenna mína vanþekkingu á þessum ungu leikmannum hjá Víking. Það er bara ekki kynntar nú verð. En þeir lúka mjög vel, sérstaklega hann Hlynur sem kom inn á og það komið mikið sprengi í hann. Það er mikið sprengi í honum. Það var Magnús, snöggt skot, beint yfir Svein Þorgeirs. Sveinn á að gera betur hann veit það. Glæsilega gert hjá Breka og hann fær hann 2 mínútur á Jónas. Kom fram hjá Jónasi og sveiflaði hundin en skaut ekki. Þetta eru 2 mínútur, það er klárt mál. Gíska á að hann Jónas hefur nú fengið 2 mínútur áður. Hörð típa af leikmanni. Þeir eiga til að safna þessum brottísjónum. Nú er bara mikilvægt fyrir Fjölni að nýta þennan kafla, 2 kafla sem eru einum fleiri.
Það fá að sjá væntanlega Breka leysinn og nei, það er Björki og Breki fara ákveða. Hann kemur setningun yfir á Donna, Donni í gegn og hann skorar. Reynda var Guðmundur hann með reyndi hann ævintýralega blokk tilraununni. Hoppaði með Donna og reyndi að blokka hann en það gekk ekki. Staða 19-17. Bara vinna hann að kafla, kannski 2-0. Þá eru Fjölnismenn komin í þægilega stöðu. Það kemur Ægir út í Kaíró og Linur á Loga, Logi komin yfir til hægri. Og Logi er ævintýralega snöggur. Já, þetta var vel spilað hjá Víking. Það var hann Birgir sem sett hann hægri horninu. Það var flott spil. Og þá er Arnar með allan teginn, hann hlýtur að klára það. Já, henguðu lengi hérna, setur hann niður í stöngin inn. Bendir hann á bekkinu Víking, veit ekki alveg hvað það var. Það er alltaf gaman að smá svona banteri. Það má hans kynnti í mótunum, ég fíla það. Þá kom það í Kaíró og Ægir út á Magnús. Við erum Hlynur fyrir Árssona síðan. Reyndan að sögum að kæra á hann, gengi ekki alveg eins vel núna. Hlynur leitar á skotinu, ekki laust. Sama hjá Magnúsi. En Hlynur reyndi samt, en þetta tók vörnin. Fyndi að sjá þarna hlið við hlið, Svein og Hlyn. Smá stærðarmunur. Sem og að sjá Ægir bara með einhverjum á vellinum. Stærðarmunur á því líka. Það var Magnús á hlýnstík á Ægi og hann nær boltanum og einhvern veginn nær hann að skora. Þetta var, hann hoppaði tilbaka á sveiflaði hendinni. Skora einhvern veginn, það var vel gert. Gefum hann það. Fjölnismenn eru snöggir hérna í árásina. Breki komst þarna í gegn, þetta var vissulega alltaf erfitt færi. En tökum ekkert á honum, það var gífilega vel varið. Já, Fjölnismenn eru einu marki yfir, þeir eiga nú bara að vera miklu meira yfir. Þetta er bara, Fjölnismenn eru ósigar dildinu, þurfa að haga sig þannig. Það þarf að þurrka. Jájá, menn svitna. Það var sturlu staðurinn dagsins. Og DJ-n okkar er búinn að skipta um lag, þetta félagi. Jájá, hann fer frá góðu lagi yfir í frábært lag. Þessi vörn sem Fjölni er búinn að vera gífilega sterk eftir að skilja 6-0. Nú heldur hún bara áfram. Logi, þetta var bara búinn með skrifið, dómari. Jæja, ok. Auka kast dæmt. Þá stillir Logi upp, hann reynir að finna lausnir þessari frábæru vörn Fjölnismanna. Þetta er líka bara skrifið, dómari, en jæja. Bergur hérna með gott glímutak á Magnús, dróin í gólfið. Og þarna það er bara frábær vörn af Fjölni og Fjölnismenn vinna boltan. Er þetta 3-2. Bergur fer inn á miðjuna, hann er í gegnum mótið, já, og hann skorar. Glæsilegt, þetta kann hann. Og hann fagnar í stúkuna, tekur þeytivélina hvað sem þetta var með höndin hans. Ég þakka hérna spyrjandi fagn, þetta var eitthvað öðruvísi. Ég vil vita hvað það þýðir. Smá James Harden fílingur í þessu. Já, þarna náði hann að fara gegn því sem sagt er alltaf, ekki gefa línumenn í hraðarhlaupi. En hann kann þetta bara. Já, þetta er bara að búið að loka. Það er bara hannig.
Reynir Logi Árásson, hann að bera liðið uppi svolítið þessa stundina. Linurinn á miðuna á Logi eftir á Ægi og Sveit fær bara guldspjald. Já, ég sætti mig það. Þarna var Ægir komið með kjör aðstöðu en með Svein í bakinu. Sveinn er sterkur og bara reifa niður í gólfið. Ægir ekki með greinlega með mjög gott takedown defense. Það sakar smá UFC-slettu þarna. Þarna er góð færsla og það boltinn fór af vörðinu fjölni og Ingvar tekur beint í arbið sem þýðir það að hann er ósáttur sjálfur sig og saman tíma er Donni heldur boltanum. Hvað er að gerast? Þetta er á fljótfilm, ég ætla ekki að tala. En Breki skýtur framhjá. Víkingar, þeir reyna ekki í þessu hraðaflöp. Þeir eru bara sáttir með sitt. Ætla að þreyta Fjölnisliðið. Og þá inn á komið stór skittan úr vængjum Júpiters í fyrra, Jónatan Magnússon. Og Logi með lúmskot en ekki nóg lúms fyrir Ingvar. Ingvar tekur þetta auðvitað og Fjölnismenn keyra fram. Og ágætis vörn hjá fyrirverandi Fjölnismannum og Jónasi. Ég sagði Jónatan Magnússon, það er allt annar maður. Vissulega Jónatan Vignisson. Jónatan Magnússon er nú í stúkunni þessna, rugglaðist í aðeins. Hann er að fara að þjálfa K.A. eftir. Minna á það. Og vá, þetta var vel gert. Bjöggi þetta með gegnumbrot með uppstökki og undirhandsskoti. Takk fyrir góðan daginn. Hvað kallast það? Já, og þá sjáum við það er búið að skipta markmann í fullni. Inn á kemur okkar eina von, Jón Pálsson. Eins og hann veit alveg kalla sig. Reyndi að fá þetta númer á bílinn sinn, en það er bara 6 stafir. Þetta var aðeins lengri það. En þá er Víkingar svo. Fjölnismenn standa frábærlega, Jón snöggur út, já, nær boltanum. Og dettur ekki úr tegnum, það er vel gert. Og boltinn yfir á Donni í hornið og Arnar gegn, Arnar. Það farið í hann, dómari, halló! Þetta eru 2 mínútur, hárrétt hjá þér, Arnar Jón, dómari. Glæsilega gert hjá bæði Arnari og Arnari dómara. 23-20, þetta er mesti munur sem hefur verið milli liðanna í leiknum. Vonandi stækkana bara, eins og hann á að gera. Þá eru Víkingar að gera skiptingu með sínist að Víglundur að koma inn á. Hann er gíla hæfileikaríkur. Hann er uppalinn í Stjörnunni, vinnum við. Má okkur leiðir þetta með Twitter eða vita betur. Ég held alla. Ja. Þá er Ægir. Fær boltan út í Kairó. Þá Jónatan. Hún er fyrstir í skoti, ég sé það bara á honum. Já, hvað sagði ég? En það er varið. Jónatan. Jón las það vel og hinn með vettunum sendir Bjöggi í hornið á hann Brynjar. Brynjar fer í gegn og skorar en vill meina að Jónatan að fara í sig og vildi fá meira fyrir sín snúð en hei, sættum okkur markið, 4 marka munur og við erum einu fleiri í 1 mínútu viðbót. Ekki fá okkur mark, skorum eitt hraðaflaup, þá komum við 5. Já, við kannum telja, það er bara hannig. Víglundur, þetta mætti nú bara segja ruðningur. Ég meina hann, jájá. En þá verður maður rosa lýlu dómari með þetta. Þannig dómar fíla leik sem dæmum okkur. Jæja, þá er Víkingur ennþá verið að koma að fanga sér vörn. Það er bara búið að loka. Það er að finna Inga glöðu vörninni. Jónatan er klippingur Víglundur er miðina. Hann reynir sig yfir að sér. Hann er löngu búinn með skrefinn dómari. Hvernig er þetta ekki skref? Jæja. Og Donni upp í skotið og það er varið af nýja markmanninu Víking sem heitir svo mikið sem Bjarki Garðarsson. Flott innkomi með honum. Herru, 24-21.
Þessi tveggja mínútna kafli vannst ekki hjá okkur þetta skipti. Jónatan Árnason en þeir koma 2 og stoppa hann. Þetta er bara glæsileg vörn. Fjölnismenn er búin að fá þessi 5 mörk núna á 13 mínútum. Samanborðið held ég 10 á 13 fyrir hálfleik. Og það er góð færsla. Það er allt loka síns mér. Og Jón ver þetta glæsilega. Logi hann skaut boltan í jörðina og Jón var lagstur og náði að blaka höndin í boltan. Flott innkomi hjá honum. Og Fjölnismenn sókninni. Flott klipping, Böggi kom langt yfir. Já, reyndi að losa hann hotnið á Arnar en var búinn með skrifin. Sneið dómararnir. Donni kominn í gegn eða ekki og hann er keyrður í gólfið. Jæja. Sendingin inn á Bögga, Böggi í gegn og hann fær víti og snýrir sér loftinu og fær pússið. Það er sjálfur 2 mínútur. Tvær mínútur dæmdar á Hlyn Óttarsson. Og þá fer hann Brynjar á punktinn á móti honum Bjarka Garðarsinni. Markvarðarpakk. Og hann skorar. Já, ég gef mér það að Bjarkis ungu líka. Annars er hann bara mjög unglegur. Nei, ég trúi ekki, hann hlýtur nú að vera aðeins yngri. Hann skokar hann út af og inn á kemur Birgir Már Birgisson í hótnið. Þeir ætla að spila markmannhlusi sem það hafa gert í leiknum þegar þeir eru innfæri. Þá kemur Ægi út í Kairó. Hrifnar á þessu kerfi. Það er góð færsla á vörninni. Og vinnur næstu í boltan. Bjarki Garðarsson er komin inn á í markið, hann er inn færri. Núma Hundi var að koma upp, hún er komin upp hjá. Nú er líklega að fara að stilla við skot fyrir Jónatan. En Logi er bara sjálfur í árás. Tími líður bara. Þetta er einhver glufa í reglunum þegar skotið fram hjá. Skulle ekki stoppa leikinn. Já, Víglundur fær skotið eða ekki. Drifar lengst hennar miði og það er blokkað á honum Breka. Þarna Brynjar alveg eitt frammi og hann er ekki sáttur. Og Arnar inn á miðuna, kemst á miði 1-2 og hann skorar. Glæsilegt hjá Arnari. 5 marka munur í fyrsta skipti í leiknum. Já, það er Fjölnisvélin er komin í gang. Jöfull var þetta flott. Jæja, þetta þurftum við akkurat. Smá svona andrými. Og jæja, hann var smá kýringur með Víglundar og Bergs. Víglundur reynir þessa sterku í undanþettu. Hann er svo sterkur og náður til að draga leikmannum með sér í gólfið. Það eða hann er góður að rífa með sér. Já, þetta er að ganga vel að Fjölni. 5 mörk fengið á 17 mínútum, það er gott. En þetta getur hann, Jónatan Vignisson. Snöggt undir hans skot. Hans 3. mark í kvöld. Og það er mark. Breki. Og þarna var Arnar næstu búinn að stela boltanum. Víkingur reyndu hraðaflaup sem hafði ekki gert í leiknum og þarna sá okkur. Fjölnismenn eru snöggið tilbaka.
Og þá tekur Gunnar Gunnarsson leiklið að fara aðeins yfir sinn leik. Alltaf 5 marka munu, 27-22 eftir, þegar svona 12 mínútur eftir. Það þarf, ég ætla ekki að setja sig komið langt í frá, en hins vegar þurfa Vingar að gera eitthvað í sínum málum. Þeir eru ekki að ráða þessi 16 vörn, það er klárt mál. Og þau eru allt og hægir tilbaka. Fjölnir að fá, það segi ekki auðveld mörk, en þeir eru að fá þessu þægileg mörk. En ég meina, það getur allt gerst, ég held að Fjölnir hafi verið daginn 11 mörkum yfir á móti Akureyri eða eitthvað, þannig heimavelli. Það var bara komin í 1 mark þegar það var lítið eftir. Kom ykkur 9-1 kafli á Akureyri. Ég var hérna skikast að sjá hvað Gunni var að segja. Sá það nú ekki. Jæja, núna viljum við fá bara góðan kafla. Núna liggur ekki það mikið á sóknir, taka agasóknir, langsóknir, en keyra hraðaflöp líka. Ef þau bjóðast, sem munum klárlega að gera þegar Vingur mun þurfa að fara að taka áhættur. Og inn á komið leikmann með 28, Bjartur Heiðarsson í vinstri skyttu. Jónatan í skoti þarna langt fyrir utan, en Björgvin braut vel á honum. Bjartur, hann reynir hoppa tilbaka skot, en Breki brýtur á honum. Glæsilegt Breki. Það er 11,5 mínúta. Komum svo að loka þessu. Bjartur með skot í nærni og það er varið. En Vingar ná frákastinu. Kemur boltanum í hornið og hann skorar, hann Birgir. Setja annað mark í kvöld. 27-23. Já. Já, taka hornanjóka sem er raunin bara stöðskipting af því að hann Birgir lokar alltaf á sendingarleiðinni. Björgvin glæsileg hreyfing, en þeir eru góðu líka að hreyfa sig í vörninni á Víking. Donni fer hann upp, nei, hræddu við Ægir hana, skiljanlega, skýtur ekki yfir hann, en talandi það að reynir Breki að skjóta yfir Jónatan, hann er ekki lágt sem heldur. Jónatan milli 1 og 2 og hann fær vítið, fær 2 mínútur á hvern? Að Björgvin fer að íta. Ég sá nú ekki alveg nákvæmlega hvað þetta var, eða af hverju þetta var. Ég segi bara að þetta verður rangudómur. Já, vil stila það. Hvað var hann spá? Jæja. Þetta er akkurat færi sem að Vingar þurfa að fá. En ég trú okkar maður sé að fara að verða skot. Og hann skýtur undir Jón. Gerði það vel hann Yngveldur. Komið 7 mörk og kemur Jón út af. Og Kó kemur inn á. Sáum aðeins hvað hann gæti gert á hann. Kæra á fullni og Kó í árásina. Kó feik sending hann hjá Breka, Breki á Kó, Kó reynir undan skot, en það er varað vörðinni. Þriggja marka munur og 1 mínúta eftir. Nei, 1 mínúta þá til að maður inn hjá fullni kom inn á. Fannst eitthvað skytti, ég alveg, ha? Nei. Bara skytti kaffi hérna í Dalsum.
kennir því Jónatan inn á miðuna á Birgit. Já, Bjart meina ég. Bjarti fór hérna í skot á tveggjamanna Hávörn. Þá inn á kominn leikmann með 9 hjá Fjölni, hann Brynjar Óli Kristjánsson. Hann líka fæddur 99 eins og hann Sveinn á línunni. Hann líka með skemmtarhreyfingar, fylgst með því. Og Donni, hann ekki fengið mikið að skota einhvern dag. Það flott skot hjá Breka. Fín árás en alltaf bara með mann í sér og engar smá mann. Ægir hérna föstum tökum utan á hann. Þannig að þetta var ekki alveg gott skotfæri. En það eru 2 sekundur í mannin hjá maður að koma inn á Fjölni. Þannig að við komum frá þessu kafla, já, segi ekki hræðilega, þannig að segja. 3 mörk, 8 mínútur. Þetta verður alveg enda. Breki reynir yfirtöndin á Jónatan. Jónatan sterkur, hann kemur boltanum á. Brynjar loft. Nei. Hann búinn að dæma, vill inn að minna. Samt eins og það vel klára hjá Brynjari. Fekk boltan hérna í hóttunni frá Breka eftir að búið að dæma. Það eru höndurinn komin upp. Og Arnar verður á hrein. Hann gerir það og hann skýtur og skora. Glæsilegt hjá Arnari. Skora hann með Bjarka Garðarsinni. Númer 24, Arnar Snær 28-24. Þetta var gríðarlega mikilvægt mark. Og það reynir Bjartur aftur skotið vörðina og það er varið. Sveinn komin í gegn og gegn hann og það er varið. Það er hann Bjarki sem verður frá honum. Og það er skoti í slá frá honum. Víglundur glæsilegt frákast á. Sveinur sem hendur fram og Brynjar hann skýtur og það er varið. Þetta gerur svo hratt. Jæja, þetta var varið. Bjarki taka þarna 2 hraðaflöp sem hefðu getið gert út af við leikinn. Herru, þá eru þeir að taka Gunn markmann út af, átt að spila með 7 sóknarmenn. Það er daginn. Það er hann Hjalti Már Hjaltason sem kemur þarna lína líka. Já, á línan dæmt. Það er engin marki, en hún bara hugsa að vera rólegir, fá góða sóknir, helst langa. Og þá tekur Arnar leikhlé. Herðu, 4 marka munur. 6,5 mínútur eftir. Þetta er engan veginn búið. Það er klart mál. Núna þurfa Fjölnismenn bara að vera svolítið aðgæðir sem aðgerum, ekki fara að aðsóti eitthvað sem er ekki öruggt. Geggjuð leikrinni kemur hann að maður. Nei, þarna 4 mörk, ég meina sanngjarnt, já, Fjölnismenn er bara búin að vera miklu betri í fyrri hálfleik. Þetta getur bara verið munurinn milli liðanna, en hins vegar eru menn þarna hjá Víkingi sem eru virkilega óútreiknanlegir eins og Víglundur og hann Logi. Skittarinn er bara búið til mark upp úr engu. Þannig að þetta er vásamt, en ég reikna með að Gunn sé með einhver trygg og þetta 7 manna lína er gleitt á þeim. Þeir reyndu þetta ínsendingu sem að fór á hann Hjalta sem stóð bara aðeins inn í tegnum á línum dæmt. Það var líka gott í Jóni að reyna ekki skoti yfir. Markmaðurinn kom inn og var að spretta í átt á markinu af því að við þurfum að fá þessu öruggumörk. Þá stýttir hann Breki upp. Bjarki Lár er komin í vinstri hornið á Fjölni. Donni upp, losar á
Bjöggi að breyka. Bjöggi fann aftur undan skoti. Jörn og það er inni. Þarna er Bjarki lagstur. 5 marka munur. Nú þurfa þeir að hafa hraðar hendur. Víkingar. Já, lungum með skref, kallinn minn. Það er bara hannig. Alla 5 skref. Það er þurrka. Þá skiptum bolta í 12. skipti í kvöld. Ef talningi mín er rétt. Víglundur og Ægir yfir á. Já, fínt spil hjá Víking. Magnús, nær sendingun á Ægir í gegn, skorar og hann er líklega að fá 2. Nei, gott, það er bara ekki 2 mínútur. Nei. Það er flott. Gunni vildi fá 2 mínútur þarna. Ég var skítrættið þar, ég veit ekki það. Og Ægir er komið með skurð á augað. Þá kemur Donni inn á miðuna. Klippið að Bjögga, Bjöggi yfir á Breki, Breki. Björnsson tilbaka. Það er fín færsla hjá Fjölnisliðinu. En það er líka í vörðinni hjá Víking. Björgvin er bara í skotið, hann skýtur, það er yfir. Og Víkingsmenn keyra, nú þurfa að hafa hraða hendur. Verður að missa boltan. Já, fer hann í fótinn á Sveini, það er alveg rétt. Og þarna náði Víglundur komast í gegn. Af því að, já, mér finnst það náttúrulega aldrei taka tryggastafinn stað, en það er önnur saga. 3 marka munur, 4,5 mínútur eftir. Þá er það Bjöggi á Donna, Donni, nú veitum við að skoða upp Donna, upp með þig. Já! Þetta skiptir miklu máli. 30-26, það er 4 mínútur eftir. Nú þarf allt að ganga Víkingur til þess að það klárist. Og ekki í ruðningunni, segir dómarinn. Ég hef náttúrulega þegið það. Já, nú þurfa Víkingar að hafa hraðar hendur. Ég er að spila með 7-mannsvonglinu. Jónatan upp í skotið og það er framhjá. Það er enginn í markinu að vinna Jóna það. En Róa öskrar Aron, það er alveg rétt. Það var Björgvin yfir á Donna, Donni yfir einu utanvert. Það fríkast dæmt. Víglundur ekki sáttur. Björgvin, já, Breki með snöggt skot. Þarna var hann að sigla sér heim, 31-26. 2,5 mínútur eftir. Þá var Víkingar snöggir inn að vilja klára svona aðgerðir fljótt. Jónatan reynir línsendingu en Breki nær boltanum og hann rópar leikinn niður. Það er vel gert. Ég er náttúrulega að gefa Víkingur það. Þeir eru meiri stemming í stúkunni. Það eru 2 sem eru öskra mjög hátt. Þeir hafði hærna allir í fjölni. Það er ekki nóg gott, en áfrangingur leikurinn. Björgvin yfir á Breki inn aftur um miðuna. Var þarna með Jónatan í sér og fær fríkastið. Norskur öskrar Arnar. Það er kannski hvað það er.
Skemmtilegt. Fín tilraun. Jæja. Þá er 1:20 eftir. Víkar svo. Þá róar hann Magnús leikinn niður. Það setur í kerjurunni. Jóndan á Magnús. Þetta er svo hratt hjá þeim. Þetta er ekki neitt. Víglundur er mikið fyrir að hoppa på dribblanir. Og það eru 2 mínútur dæmdar á bekkinn fyrir að hafa tekið ranga skiptingu sem þetta. Frekar mótmæli. Ja, við ætla sáum það ekki, þannig að við erum bara að trúa þeim sem eru það niður á ritarborðinu að hann var það. Og það þýðir það að Víkingar verða einu færri út leikinn. En hann er bara 1 mínúta eftir, leikurinn löngu búinn. Þar sem niðurstaðan er komin. 5 marka munur, 31-26. Nú ætla Fylkismenn að stilla upp í langasókn og fá 1 mark í lokin. Og Donni fer með skotið, losaði Bjöggi, reynir línsendingu. Það er góð forvinnsla þarna hjá Guðmundi í vörðinni. Og Arnar reynir að stilla boltann og það gengur. Vel gert í Arnari. Mjög flott hjá honum Arnari. Donni yfir á Bjöggi gegn, það var á einu baldinni og fer á Bjarka sem skorar hérna úr kyrrstöðu. Og þeir ná skoti í lokinu og það er mark. Þá er lokastaðan 32-27 fyrir Fjölni sem fara með Sigur Hólmi eftir að vera undir 16 í hálfleik. Þetta er í rauninni bara frábær úrslit fyrir Fjölni að þetta var alveg klálega eitt af kontenderunum til þess að komast upp með þeim. Þá er Fjölnir með sem sagt 7 sigra eftir 7 leiki. Það er frábært og vonandi bara höldu því út tímabilið, það var ekki leiðilegt heldur. En við erum sátt með þetta og þá spilast Fjölnislæðir og þá ætlum ég minna áhorfendur á það að það er annar leikur, það er byrjun kl. 8 og það er leikur Fjölnir sem átti K.A. Þór í fyrstu deild kvenna. Það verður hörkuleikur, alveg ég get lofað því. En ég hvet alla sem hafa ekkert að gera á föstudagskvöldum að horfa á þennan leik. Ég vil einnig minna á það að það er þáttur sem að Fimm er með sem heitir Fríkastið sem er alla mánudaga klukkan 9 til 10. Virkilega skemmtilegir umræðuþættir handbolta sem að ég hvet alla til að horfa á og minn líka það að næsta leik á Fjölni er þriðjudaginn 15. nóvember á móti Valu, já, í Valsheimili. Þannig að það er stutt hvíld sem þeir fá. Þá bara 1 í stöðunni, það er að kveðja og þakka fyrir okkur. Þannig að ekki fara langt, farið bara heim, pantið í pítsu og nætti að vera komið þá um 8 þá getur njótið hennar í leiknum. Herru, þá bara kveðið Vili, takk fyrir mig.